Gott kvöld og verið innilega velkomin á samkomu í Fíladelfíu. Haustmót Fíladelfíu heldur áfram, þetta samkoma númer 2 af 3. Við áttum hér alveg frábæra stund í gærkveldi og ég hvet til þess að opna hjartað þitt í kvöld fyrir því sem Guð vill tala til þín og gera í lífi þínu. Við heyrðum frábæran boðskap í gær frá gesti mótsins, predikaranum Stefán Kristjansen. Hann forstöðumaður í Oslo, hefur komið víða við, hann mjög líflegur og skemmtilegur predikari og ég get fullyrt það að andi Guðs svo sannarlega með honum. Í fyrramálið klukkan 11 sunnudag þá verður 3. samkoman á þessu móti. Ef þú mögulega kemst, láttu þig þá ekki vanta. Ef þú kemst ekki, fylgstu þá með okkur á philadelphia.is eða hlustaðu á lindina. Ég kem hér aftur í lok samkomunar en nú skiptum við yfir í stóra salinn. Verið velkomin hérna á haustmótið í Fíladelfíu. Við komum saman til þess að lofa Guð og oft bara þurfum við líka á því að halda að minna okkur sjálf á hver Guð Hann réttlátur, hann miskunnsamur og hann hér í kvöld. Þannig að hvet ykkur til að taka þátt í lofgjörðinni og við ætlum að syngja núna áfram. Við tilbiðjum þig Jesú. Oh
Við eigum mikinn og stóran Guð og það eru mikil forréttindi að fá að tilheyra hjörð hans, að vera börnin hans. Og við ætlum að syngja núna saman, ekki bara við fyrir ykkur. Við ætlum að syngja saman sálm sem að byrjar gott er að vera í Guðs barnahjörð. fyrir því að okkur vantar þetta skjól og okkur vantar þessa gleði og við finnum þetta skjól og þessa gleði í Jesú Kristi.
Þannig að ef þú hefur mist veginn, aðeins mist sjónina, mist fókusinn, þá hvet ég til að syngja þetta út. Það er svo mikill kraftur í orðunum okkar. Við syngjum þetta út og inn í líf okkar. Amen. Gaman að sjá ykkur öll hér í kvöld. Ég alinn upp á dögum hörpustrengja, þar sem ekkert var sungið á samkomum nema hörpustrengir, sálmar, og ég kunni ekki alltaf að meta á. En mikið rosalega kann ég að meta á núna. Og sérstaklega þennan hérna. Hann er mín gleði, hann er mitt skjól. Hann er mitt líf og unnaðarsól. Þetta er yndislegt. Stórkostlegt að fá að syngja út þennan sannleika. Sannleikan hver hann er. Og hvað hann er fyrir okkur. Verið innilega velkomin hér í Fíladelfíu í kvöld. Eins og 4 ára sonur minn sem er ennþá að læra að segja þetta orð. Hann segir Dílafelfía. Þetta er alltaf að koma hjá honum. Örugglega fyrir áramót verður hann farin að fara í Fíladelfíu. En hér er gott að vera. Í gærkvöldu áttum við frábæran tíma hérna saman. Þar sem Stefán Kristjánsson talaði til okkar. Var að tala hver Jesús er. Og hver hann á að vera í lífum okkar, að Jesús er drottinn. Og það er trúar í átningu okkar hvítur svona manna, hún er mjög einföld, hún er bara svona Jesús er drottinn. Og því trúum við. Hann er drottinn og það er honum sem við viljum fylgja, það er honum sem við viljum ganga með og leyfa honum að leiða líf okkar, algjörlega. Heyri amen við því. Dýr sé Guði. Þennan mánuð er þema í kirkjunni, þetta er kirkjan. Og þema núna á haustmótinu líka þetta er kirkjan og við fórum út á götu og núna á Kristdaginn þá spurðum við fólk, bara venjulegt fólk, hvað því fannst kirkjuna, nokkra spurninga og við tókum upp nokkur vídeo og við ætlum að fá að sjá stutt vídeo um þetta. Finnst ykkur ekki gaman að sjá svona vídeo? Heyra í fólki. Við ætlum að fá að sjá stutt vídeo. Krists. Fólkið. Við erum kirkja. Fólkið og kærleikurinn, já. Gömlu fæðingarkirkjuna. Hugsa bara eiginlega til hússins í sjálfu sér. Söng. Kirkja er samfélag Krists.
Fólkið. Við erum kirkja. Fólkið og kærleikurinn, já. Gömlu fæðingakirkjuna, Hugsa bara sveitinni. eiginlega til hússins í sjálfu sér. Söng. Ég hugsa bara hendur í kringum háls. Já, ég hugsa kristindóminn. Trú. Kirkja. Trú. Ég hef alltaf verið trúuð en svona að vera í svona stöðugum söfnuði er eiginlega bara kannski svona 4-5 ár síðan. Í Lindakirkju, Kópavogi. Af því að vinkona mín Ágústa Ingimarsdóttir bauð mér með sér, við vorum skólasystur og ég fór og fannst þessi hópur spennandi, heillandi, enda með því ég fór bara að fara alltaf og áður ég vissi af þá var ég bara búin að taka á móti Jesú og taka niðurdýrgarskírn og allir pakkinn. Ég hef, frá því ég byrjaði að mæta, þá hef ég alltaf bara farið. Mér finnst það bara fólkið, samfélagið, orðið, tónlistin. Mér finnst það bara hluti af mínu bara lífstíl. Já, ég kynntist kirkjunni í gegnum það að ég var upp á Hlaðgerðarkoti í áfengis- og fíkniefnameðferð. Og í framhaldi af því þá skírðist ég niður í Fíladelfíu. Og þar hitti ég samfélagið mitt, þar hitti ég fjölskylduna mína. Elska. Það getur verið mjög þægilegt og róandi að fara í kirkju. Prestarnir svo leiðilegir. Já, það er góð spurning. Ég held að þetta sé bara orðið úrelt fyrirbæri, kirkjan. Held ég. Svo sem veit að ég hef ekki farið í kirkju bara síðan ég fermdist, sko. Þannig að þetta er bara orðið einhvern þvingun. Já. Ég held að sé nú vegna þess að þeir kannski hafi ekki alveg aðlagað sig breyttum tímum. Svona unga fólki kannski finnur sig ekki alveg eins í kirkjunni eins og áður. Varðandi bara skoðun kirkjunar í dag, hvernig það fer á samfélag okkar. Varðandi hvað við erum orðin langt í þróun og viljum fyrir eitthvað staðreyndir stæðan að horfa bara eitthvað út í loftið og biðja. Bara sálarró, algjörlega og bara, já, það er bara besta fyrir sálina. Í mínum huga er kirkja samfélag. Kirkja er fólk og ekki þannig. Það er svona mín upplifun af kirkju. Kirkja er fjölskylda, kirkja er samfélag. Kirkja er það sem Guðs fólk kemur saman til að lofa hann og tilbiðja. Ég kynntist fólki sem var kristið og ég hef reyndar alltaf verið svona trúuð, en þá kynntist ég, já, það var bara eitthvað sem hreyfði við mér og síðan þá er ég bara búin að vera. Já, stundum innri frið. Sumir allavega. Já, það held ég, þeir sem eru móttækilegir fyrir því, held ég. Örugglega persónulega, örugglega græða eitthvað á því, svona sálrænt. Mjög margir sem að leita sér hjálpar til kirkjuna og náttúrulega frábært svona aðstoðarsystem sem að þeir eru með og sem gagnast örugglega mjög mikið af fólki. Ég veit ekki hvað er gróð og hvað er ekki gróði. Jú, ég held að maður hafi bara gott af því að fara í kirkju og hlusta á boðskapinn. Ég veit að kannski vissan huggun, hvað er ekki huggun, jú. Ró, eiga svolítið erfitt með að skilja ekki, hvað ég segja, það er sumt fólk á svolítið erfitt með að melta hvernig bara þetta virkar. Og finnst þú vorulega þægilegt að vita að það er bara einn náungi sem gerir þetta svona, þetta er bara svona. Mér finnst kannski trúin sjálf er fín en hvernig maðurinn er búinn að gera hana. Þetta er bara valdaleikur, bara pissukeppni. Við þráum að vera heilbrigð kirkja, við þráum að vera kirkja sem er að vaxa, kirkja sem er auðmjúk, kirkja sem gerir Guðs vilja. Ég ætla að lesa fyrir ykkur í 1. Pétursbréfi, öðrum kafla og frá versi 9 þar stendur: En þér eruð útvalin kynslóð, konunglegt prestafélag, heilög þjóð,
eignar líður til þess að þér skulu víðfræja dáðir hans sem kallaði yður frá myrkrinu til síns undursamlega ljós. Við erum, og kirkjan er fólk. Kirkjan er fólk sem elskar Jesú og þráir að gera hans vilja. Það er það sem kirkjan er. Biðjum aðeins saman. Drottinn, ég þakka þér fyrir að þú ert hér. Ég þakka þér fyrir að við fáum að koma saman. Þinn líður, Drottinn minn. Þitt fólk Jesús, og við fáum að samanast það að elska þig, að vera saman í einungu til þess að lyfta upp þínu nafni, Drottinn minn. Og við þökkum fyrir þá hlutir sem þú ætlar að gera hér í kvöld. Hvernig þú ætlar að tala til okkar, hvernig þú ætlar að snerta við lífum okkar, hvernig þú ætlar að vinna í hjörtum okkar, Jesús minn. Þannig að við förum ekki út sama fólkið og við vorum þegar við komum hingað inn. Heldur við fáum að upplifa meira frá þér, Jesús minn, og við fáum að þekkja þig betur, Jesús. Og Drottinn, ég bið þess að við mættum hafa eftirvæntingu fyrir þeim hlutum sem þú vilt gera í lífum okkar. Hjálpa okkur að opna hjart okkar núna fyrir þér. Hjálpa okkur að opna hjart okkar fyrir öllu því sem að þú vilt gera í lífum okkar. Og ég lofa þig, Jesús. Ég þakka fyrir bræður mínu og systur sem eru hérna úr öðrum samfélagum. Viltu blessa þau, Drottinn. Viltu gefa að þau mættu fara hérna ríkar út í kvöld, Drottinn minn. Í Jesú heilaga nafni. Við lofum þig og bjóðum þig svo innilega velkomin, Drottinn. Í Jesú nafni. Amen. Við ætlum að halda áfram að lofa Drottinn áður en Stefán kemur hérna og tala til okkur. Ég hvet ykkur til þess að lofa Drottinn. Nýtum tíma þegar við hérna saman komin í kirkjun og gefum honum bara þennan tíma. Lyftum upp hans nafni og eins og við báðum, opnum hjörtum okkar fyrir því sem hann vill gera. Og meðan við syngjum næsta lag þá ætlum við að taka fórn, og fórn er svona eitt tækifæri til þess að vera með í því sem að kirkjan er að gera. Þannig ef þú getur og vilt, þá er þið velkomin að vera með. Það er posi aftast og baukarnir verða látnir ganga. Finnið ykkur frjáls í því. En lofgjörðarsveit, gjörið svo vel. En það eitt þú hefur
sála er þín, Jesús. Mitt hjarta er þitt, mitt sála er þín.
Oh, you are worthy, Lord. Oh, you are worthy, Lord. Oh, you are worthy, Lord. Oh, we bless your name. Oh, we bless your name, Jesus. Oh, we bless your name, Jesus. There is nothing like knowing you, Lord Jesus. There is nothing like your name. Oh, we bless your name. Oh, we bless your name. Oh, we bless your name. Oh, we worship you, Jesus. Your name is far above all other names. There is no one like you. There is no one like you, Jesus. Oh, we give praise unto your name. We lift holy hands to you, Jesus. Oh, we proclaim you are King, oh God. You're the King of kings. You're the Lord of lords. You're the mighty God that we serve. You're the majesty. You're the majesty. You're the majesty. The majesty. Cadro se ci fa dostimandeci. Liomone fadore se ti bala soci fadre cicho toti memba la fate steci mande fate. Allora di frate di baro frate steci ti malo fader dene ninjosti fate te. Loro lobre di fader di dicioso fate lenga fai nesto ci banana nai. Lomo e manandere raccidere. I am the Lord, I am the Lord, Lord who renews you. I am the Lord that lifts you up. I am the Lord that strengthens you. I am the Lord that fills you up. Ég sá drottinn sem fyllir þig. I am the Lord that fills your cup. Ég sá drottinn sem fyllir bikarinn. Till it runs over. Þar til flæðir yfir. So come and drink from my fountain. Kom og drekk úr brunni mínum. Come and drink from my springs. Kom og drekk úr minni lind. Because out of your innermost being. Því frá innsta veru sála There will be rivers of water. Munu lækir lifandi vatns. Rivers of spirit flow. Lækir anda Rivers Guðs. of water flowing from your innermost being. Lækir andans flæða frá You hjarta don't need þínu. to be weary. Þú þarft ekki að þreytast. You don't need to run dry. Þú þarft ekki að þorna. Oh, you can come and drink. Þú mátt koma og drekka. Yes, you can come and drink. Þú mátt koma og drekka. Drink from the Spirit of God. Drekk af anda Drink Guðs. from God's fountains. Drekk af uppsprettu Guðs. Yes, Lord.
Yes, Lord, we come to receive from you. Og Drottinn, við komum að We þiggja frá come to þér. drink from you. Við komum að drekka hjá Your þér. fountains never run dry. Uppsprettu þína þrýtur aldrei. Oh, so many times, oh Lord, we are weary. Svo oft sem við It þreytumst, seems like we forget to drink. eins og við gleymum að þiggja. But you have said, those who wait upon the Lord, En þú segir þeir sem vona á those Drottinn, who wait upon the Lord, þeir sem vona á Drottinn, those who wait upon the Lord, þeir sem vona á shall Drottinn, renew their strength, fá nýjan styrk, shall renew their strength, fá nýjan styrk, shall renew their strength. fá nýjan Oh, we styrk. sing unto your majesty. Og við syngjum til hátíðar þinnar. Majesty. Oh, majesty. Majesty. Gracious love me just as I am. Oh, empty-handed. Majesty, majesty. Majesty, majesty. I believe I have a word for someone here. Trú ég hafi orð til einhvers hér. It kind of sounds a bit strange because it is to a believer. Og þetta hljómar kannski undarlega, þetta er til einhvers sem er kristinn. But I believe the Spirit is speaking to you saying, it is as your life. Og ég trúi að Guð sé að tala til þín og það er eins og þú hafi verið að standa gegn nærveru Guðs í lífiðinu. Because you have been afraid of what that might lead you to. Því þú óttast hvað það leiðir þig inn í. And there's been time, it's almost been like the presence of God, the goodness of God has been knocking on your doors. Og á stundum hefur verið eins og nærvera og gæska Guðs sé að knýja á hjá þér. And you've been afraid to open that door. En þú hræðist að opna dyrnar. Because you want to contain yourself and you want to control your future. Því að þú vilt stjórna þér og þú vilt stjórna framtíðinni. But I believe the Holy Spirit is speaking into somebody's lives and saying, En ég trúi því að Heilagur Andi sé að tala inn í Open líf up hér í that door. kvöld og segja opnaðu dyrnar and let me in. og hleyptu mér inn. And let me minister to you. Ekki að hrynja í lífið þínu. Saying, I want to have control of my future. Það sem þú segir, ég vil stjórna framtíð minni. Because I am the Lord your God. Því að ég er drottinn Guð þinn. I love you. Og ég elska þig. And your future is in my hands. Og framtíð þín er í höndum mínum. So receive my presence afresh into your life. Meðtaktu því nærveru mín á nýjan hátt í dag. There's a word for somehow an older people, someone older in the Lord here. Og það er orð til einhver sem er aðeins eldri í drottni hér. And I believe the Holy Spirit wants to encourage you. Og ég trúi að Heilagur Andi vilji uppörva þig. You love the Lord. Þú elskar Guð. You love the things of God. Þú elskar það sem honum tilheyrir. And yet there's been times where you've been thinking, En stundum hefur þú hugsað, my days are over. nú er dögum mínum lokið. At least when it comes to active ministry, active service for God. Í það minnst að þegar kemur að svona verklegri þjónustu að þjóna Guði. Because there's no need for me anymore. Það er engin þörf fyrir mig lengur. Now these thoughts are not from the Lord. Þessar hugsanir er ekki frá Guði. These thoughts are not originating in God. Þessar hugsanir koma ekki frá honum. The Spirit of God will speak to you and say, there is definitely need for you. Andi Guðs vil tala til þín og segja að það er tvímælalaust þörf fyrir þig. As a matter of fact, Og í raun, you might see þú sérð kannski that the remaining years of your life að þau ár sem þú átt eftir will bear more fruit muni bera meiri than the ávöxt preceding years of your life. en árin sem á undan hafa farið. Because God's mathematics, the way God operates, is different than the way man operates. Þegar Guð starfar ólíkt því hvernig menn starfa. Amen. There's a girl here, you stood up for Jesus in your school. Það er stúlka hér og þú hafði tekið afstöðu fyrir Jesú í skólanum þínum. Because you really wanted to witness about the goodness of God to your friends. Því að þú vildir vitna gæsku Guðs til vina þína. Somehow the cost was high. Og einhvern veginn þá kostaði þetta mikið. Because you were ridiculed and looked down at. Því að það var hæðst að þér og það var litið niður á þig. And on the outside, you're unaffected. Og í hinnu ytra að þá hafði þetta engin áhrif á þig. As if nothing happened. Eins og ekkert hafi skorist. But on your inside it's different. En í innra þá er þetta öðruvísi. It's like a pain, like a burden. Og
Og þetta eins og byrði, sársauki, that keeps you from wanting to do it again. sem hindraði í því að gera þetta aftur. And I believe the Lord wanted me to say this for you to know that He sees you. Og ég trúi að Guð hafi lagt þetta hjarta mitt til að þú vitir að hann sér þig. And He knows who you are. Og hann veit hver þú ert. And you should not be worried. Og þú ættir ekki að hafa áhyggjur. Trust in the Lord. Treystu Guði. He takes care. Hann annast. Amen. He takes care of your future. Hann mun annast framtíð þína. There's a person who've had a kind of pain and injury going from the top of the back or the spine, and almost like it's gone like an area all down into your legs. Það einhver hérna sem hefur fyrir út af meiðslum eða einhverju haft verk frá eftir hrygnum. Shots of pain that goes straight through your body. Og þetta fer alveg hérna niður út í fótinn og þetta eins og sársaukaverki sem skjótast gegnum líkamann. Comes and goes. Kemur og fer. I believe the Lord wants to heal you today. Ég trúi að Guð vilji lækna þig í dag. That He wants to touch you. Hann vilji snerta við þér. I don't know who that would be. Og ég veit ekki hver það væri. Can anyone recognize? Einhver sem kannast við þetta? Is that you? Á þetta við þig? Is that you? Would you mind quickly coming up so I can pray for you? Viltu koma fram svo ég megi biðja fyrir þér? And church, let's be in prayer. Við skulum vera í bæn. We're not spectators. We're together in the church of God here. Við erum ekki áhorfendur, við erum saman í kirkju Guðs. Hallelujah. Hallelujah. There's a woman here that you've been carrying like a strong sense of grief for a long time. Það kona hér sem hefur verið að burðast með mikla svona sorgartilfinningu lengi. For many years actually. Í mörg ár. And there's like been like a darkness covering your life. Og það hefur verið myrkur sem hefur grúfað yfir lífið þínu. And I just see how the Holy Spirit wants to speak to you and encourage you. Og ég sé hvernig Heilagur Andi vill fá að tala til þín og uppörva þig. Times have been difficult. Þetta hafa verið erfiðir tímar. It has not been easy. Alls ekki auðvelt. But I believe that the Lord says that He wants to renew you. Ég trúi að Guð sé að segja að hann vilji endurnýja þig. And that He's calling you back to the first love. Og hann kallar þig aftur til þíns fyrsta kærleika. And in the life circumstances that you're having, that seems almost like a ridiculous thing. Og í kringumstæðum þínum í dag virkar þetta jafnvel fáránlegt að segja. Because so many things have changed through the years. Það svo margt sem hefur breyst í gegnum árin. Yet nothing is impossible for God. En ekkert ómögulegt fyrir Guði. He's able to restore your soul. Hann getur endurreist sálu þína. Amen. Hallelujah, Father God. We give you praise, we give you glory, we give you honor. Við lofum þig, við tignum þig og við heiðrum þig. Hallelujah. I think I have a word for a musician here. Ég trúi ég hafi orð til einhver sem hljóðfæraleikari. Who is actively using your music in the kingdom of God. Og þú notar tónlistina í Guðsríkinu. And the door is opening it to use your music in other arenas. Og það að opna dyr fyrir þig að nota tónlistina annar staðar. And you can feel very hesitant about this because these are arenas that you are not familiar with. Og þú upplifir hik því þetta eitthvað sem þetta eru staðir eða svið sem þú kannast ekki við. But I believe the Lord is speaking this to you so that when this happens, Ég trúi að Guð sé að tala þetta til þín þannig að þegar þetta á sér stað. He's preparing you so that you can know that you can actually serve the Lord there as well. En svo sé að undirbúa þig til að þú vitir að þú getur líka þjónað Guði þar. Under God's grace. Undir Guðs náð. And with His anointing on your life. Og með smurningu hans yfir lífið þínu. Amen. I get a thought that there's a farmer here. Mér finnst þess að það sé það sé bóndi. Or at least someone who lives on a farm. Eða með einhver sem býr á bíli. And you've been praying some really strange prayers. Og þú hefur verið að biðja skrítina bæna. And the Lord says they're not strange for me. En Guð að segja að þessar bænar ekki skrítnar fyrir mér. They're not strange for me at all. Það ekki skrítnar fyrir mér, alls ekki. Not strange for me at all. Mér finnst það alls ekki skrítnar. I hear those prayers. Ég heyri þessar bænir. Hallelujah. Can I suggest we just stand up for another minute? Má ég biðja ykkur öll að standa í smá stund? Let's take a short time and just pray for Iceland.
Og skulum biðja bara fyrir Íslandi smá stund. Lord God, we thank you for this beautiful nation. Drottinn Guð, við þökkum fyrir þessa fallegu þjóð. We thank you for your church in this place. Þökkum fyrir kirkju þín á þessum stað. We thank you for your beautiful church. Þína fallegu kirkju. Your bride. Brúði þína. That you love. Sem þú elskar. I pray, oh God, that there will be a renewed love for this bride. Og ég bið að það verði endurnýjuð ást til þessara brúðar. I pray that you will raise up a new generation that passionately loves your church. Og ég bið að reisur upp kynslóð sem elskar kirkju þín af ákafa. We believe, Lord, that you are building your church. Og við trúum Drottinn að þú sért að byggja kirkju And the þína. gates of hell shall not prevail against it. Og hlið heljar mun ekki verið sterkari. Thank you for a victorious church. Þakka þér fyrir sigrandi kirkju. For a vibrant church. Fyrir lifandi kirkju. A renewed church. Endurnýjaða kirkju. A growing church. Vaxandi kirkju. An expanding church. Kirkju sem færir út landamæri. A church that lifts up your name. Kirkju sem hefur upp nafn þitt. A church full of glory. Kirkju fulla dýrðar. I pray, oh God. Ég bið Drottinn. Raise up a new generation. Reist upp nýja kynslóð. Who will fill your church. Sem mun fylla kirkju with þína. People, with life and with joy. Með fólki, lífi og gleði. Let the prayers of the generation past be fulfilled, O God. Og lát bænir gengina kynslóða vera heyrðar. In Jesus' name. Í Jesú nafni. Amen. 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 God bless you. You may be seated, please. Guð blessi ykkur, þið megið fá ykkur sætið. Thank you so much, all of you here. Og þakka ykkur kærlega öllum. Amen. Well, listen, it's a great joy for me to be here in your beautiful capital, Reykjavík. Mikil ánægja að vera í ykkar fallega höfuðstað Reykjavík. I enjoy it so much. Ég nýt þess svo mikið. And I'm so excited to be with Brother Helgi here. Og gleður mig að vera með honum Helga. And Aaron. Og Aroni. And all the other great friends here on Iceland. Og allra hinna góðu vinanna sem ég á Íslandi. It's great to be with you. Yndislegt að vera með ykkur. Let me just very quickly tell you a couple of things about some the goodness of God. Nú langar að segja ykkur aðeins frá gæsku Guðs. In Norway, in Oslo. Í Noregi og Oslo. No, I'm pastoring a church there called Jesus Church. Ég forstöðumaður í kirkju þar sem heitir Jesus Church. Pentecostal church. Hvítasunnu kirkja. Loves Jesus. Sem elskar Jesú. We've been nomads for quite a few years. Við höfum verið hirðingjar í nokkur ár. You know, when you start a new church in a capital city. Þegar þú byrjar nýja kirkju í höfuðborg. It's hard to find, you know, proper locations for a church. Það erfitt að finna góðan stað fyrir kirkju. Oslo is a strange place. Og Oslo sérstakur staður. Europe's fastest growing capital at the moment. Það svo höfuðborg Evrópu sem vex hraðast. Tens of thousands of people are moving into Oslo all the time. 10.000 flytjast til Oslo stöðulega. And so we prayed, Lord, give us a place. Svo við byggjum Drottinn gefa okkur stað. And we've been praying for a long time. Við beðið lengi. We've had services in 11 different addresses for the last few years. Undanfarin ár hefur haft samkomur í 11 ólíkum So at least we heimilisföngum. have a relation of the fact that the church is not the building in itself. Þannig að við erum nokkuð This we know. klárað því að kirkjan ekki byggingin. Það vitum við. So we've been meeting in nightclubs and theaters and who knows what. Við höfum haft samkomur í næturklúbbum og leikhúsum og hver veit hvað annað. But finally God has given us a fantastic prayer answer. En loksins gaf Guð okkur dásanlegt bænasvar. There was a Lutheran church closing down. Það var lútersk kirkja sem var verið að loka. And long story short, til að gera langa sögu stutta, we requested if we could take it over. Þá báðum við að fá að yfirtaka hana. And for the first time in our history in Norway, this actually happened, that a Pentecostal church took over a beautiful, large, amazing Lutheran state church in the very heart of Oslo. Og í fyrsta skipti í okkar sögu það gerist að Hvítasunnu kirkja yfirtók fallega og stóra lúterska kirkju í hjarta borgarinnar. So I think we're the only Pentecostal church in our nation who uses the church bells. Ég held við sem eina Hvítasunnu kirkjan sem notar kirkjuklukkur. And very much enjoying that. Og við njótum þess alveg í botn. You know, if someone said to me a few years ago that Jesus Church will have church bells, I would not believe them. Ef einhver hefði sagt við fyrir nokkrum árum að Jesus Church myndi hafa kirkjuklukkur, hefði ég nú ekki trúað því. But the ways of the Lord are mysterious. En vegir Guðs eru órannsakanlegir. So, and people are coming because of that, you know. Og fólk kemur út af þessu. It's an evangelist. Þetta svona trúboð. So when church is finished, I'm shaking people's hands in the door and saying bye-bye to them, and sometimes I see a new person wondering, well, how you come here? Og ofta eftir samkomu stendi og hveð fólk og svo sé eitthvað nýjan og spyr hvers vegna komst það hingað? And several times I've heard people say, well, I was down there in this apartment and I was sleeping, I heard the church bells and
I followed the sound and here I am. So, Og oft hef ég good on you. ég var þarna bara í þessari íbúð og ég var sofandi og svo heyrði ég í kirkjuklukkunum og ég bara elti hljóðið og hér er ég. So that's exciting. Það er spennandi. Amen. And now, some years ago, we also, strangely enough, because we love to pioneer new things. Og fyrir nokkrum árum, eins undrað það var, og við höfum gaman að því að svona vera frumkvöðlar, gera eitthvað nýtt. We were asked to take over a very special Bible school in Norway. Þá voru við beðin að yfirtaka mjög svona sérstakan biblíuskóla í Noregi. Troens bevis. Það heitir Trúins bevis. Bible and Missions Institute. Maybe some of you have heard about Arild Edvardsen on Iceland. Biblíu og kristinbóðstofnun. Hversu margir kannast við Arild Edvardsen? It was his Bible school. Það var biblíuskólinn hans. And God allowed me to travel with him for 10 years. Og Guð leyfði mér að ferðast með honum í 10 ár. And it was my great joy and honor to do that. Og það var mikil gleði og heiður að fá að gera það. And we were actually asked if we could take over the Bible school. Og við vorum beðin að taka við biblíuskólanum. And it moved to Oslo. Og við fluttum hann til Oslo. And actually he went to be with the Lord just 3 months after we have gotten that assignment. Og hann fór heim til að vera með drottni bara 3 mánuðum eftir að við tókum þessu verkefni. So we now have TBBMI in Oslo. Þannig nú TBBMI í Oslo. Exactly. Only 2 B's. And if you would be interested in Bible school in Oslo, og ef þið hafið áhuga að koma til Oslo og fara í biblíuskóla, we have 1 Icelandic student. Það er 1 íslenskur nemandi. But room for more. En það er pláss fyrir fleiri. And you can find information in English down in the cafeteria. Og það eru upplýsingar á ensku hérna niður í kaffisal. Finally, I'm kind of the granddad of Jesus Revolution. Og ég er svona pínu afi Jesus Revolution. The #1 cheer group leader. Og ég er klappstýra nummer 1. Of the young people invading Europe with missions and the gospel. Fyrir unga fólki sem er að gera innrás í Evrópu með fagnaðarerindið. And for those of you who have followed Jesus Revolution through the years, I've got good news to bring. Og fyrir það sem hafa fylgst með Jesus Revolution í gegnum árin, þá hef ég góða fréttir. We've had the joy of taking 5,000 young people on short-term missions in Europe. Við höfum haft það ánægja að fara með 5,000 ungmenni í skemmri trúboðsferðir í Evrópu. Visiting 800 cities. Og við höfum heimsótt 800 borgir. And now it's a new chapter. Og nú er nýr kapli. Younger leaders are leading. Það eru ungir leiðtogar sem leiða starfið. And they're doing great. Og þeir standa sig frábærlega. This summer they have booked a hotel in Napoli. Og í sumar hafa þeir bókað hótel í Napoli. 300 beds. 300 rúm. There'll be young people from at least 20 nations, I'm sure. That was this summer. Það verður ungt fólk frá í þeim mesta 20 löndum. And I had the joy of being there with my family this summer. You can't find a better way to spend a summer for a young person. Og ég naut þess að vera þarna í sumar með fjölskyldunni minni. Það er ekkert betra fyrir ungt fólk að gera en að fara í trúboð til Ítalíu. We call it bonus missions. Köllum þetta svona bónus trúboð. Especially for Nordic people. Sérstaklega fyrir norrænt fólk. You know, you eat pasta, spaghetti. Pasta, spaghetti, drink cappuccino, and preach the gospel. It's a great combination. Og predika fagnaðarerindi, stórkostleg blanda. The hotel is overlooking the Mediterranean. Og hótelið horfir yfir í Miðjarðarhafið. Vineyards in the background. Víngarðar hérna í bakgrunnum. You go down to a nice bay and take a little swim there. Fer maður niður að flóa og syndir aðeins. And in the evenings we go into Naples and we pray for the sick and preach the gospel and demonstrate the power of God. Hallelujah, by the way. Amen. Og kvöldi fyrir við inn í borgina. Amen. Cristo è risorto. Amen. Kristur er upprisin. That was Italian. Amen. Það var ítalska. So if you would send young people, or if you're a young person you'd like to go, you're recommended this as well. Ef þú ert ungmenni eða vilt senda ungmenni þá mælum við eindregið með þessu. This is church. Þetta er kirkjan. This is church. What a wonderful topic for this weekend here. Yndislegt efni sem við tölum I will talk about a very special aspect of what church is and what church contains today. Og ég ætla að tala mjög svona sérstakann anga því hvað kirkjan er og hvað felst í hugtakinu kirkja. And if you've got Bibles with you, please turn to Matthew chapter 28. Ef þið eru með biblíurnar með ykkur, vinsalast flettið með mér í Matteusarguðspjall 28. I love your language. Ég elska tungumálið ykkar. The original Norwegian. Upprunalega norskan. The way it is supposed to be spoken. Eins og á að tala hana. I know we spoke something, you know, the Danes took over. I don't know what happened. Danirnir komu og yfirtók þetta og þetta klikkaði einhvern veginn hjá okkur. But you know how to speak this language. I enjoy it. Þið kunnið að tala þetta mál og ég nýt þess bara. And in Matthew chapter 28, í Matteusarguðspjalli 28, Jesus is giving the great commission to his disciples. Er Jesus að gefa hérna miklu kristniboðskipun. And he says in Matthew 28:18, all authority has been given to me in heaven and on earth. Go therefore and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit, teaching them to observe all things that I have commanded you, and lo, I am with you always, even to the end of the age.
Og Jesus segir við lærisveinana sína, allt vald er mér gefið á himni og jörðu, farið því og gerið allar þjóðir að lærisveinum. Skýrið þá í nafni Föður og Sonar og Heilags Anda og kennið þeim að halda allt það sem ég hef boðið, sjá ég með yður alla daga, allt til enda veraldar. Now we were talking last night about Jesus being Lord. Og í gær voru að tala að Jesus væri drottinn. How he is the head of his body, the church. Hvernig hann höfuð líkama síns kirkjunnar. How he rules over our lives. Hvernig hann ríkir yfir lífum okkar. He is building his church. Og hann byggir sína kirkju. Amen. How is the church that he is building? Og hvernig svo kirkja sem hann byggir? What is the heartbeat of the one who builds his church? Hver hjartsláttur hans sem byggir sína kirkju? How does he want his church to be? Hvernig vill hann að kirkjan sé? Well, I believe that he wants his church to be ascending church. Ég trúi að hann vilja hans kirkja sé kirkja sem sendir út. I really sender ut. That's right. Yes. I really believe that God wants his church to be a church engaged in his salvation plan. Að kirkjan sé þáttakandi í hjálpræðis áætlun hans. A leader in Norway that I know leiðtogi í Noregi sem ég þekki was sitting on an airplane to somewhere in the former Soviet Union, I think it was, one of the stans. Hann var í flugvél á leiðin til einhvert í fyrrverandi Sovétríkjunum, eitthvað land sem enda á stan. Turkmenistan and Kyrgyzstan and there's many stans. Allt þessi Turkmenistan og Kyrgyzstan og öll þessi stanríki. And he talks with him. Og hann að tala við mann. And they start to talk about the gospel. Og þeir fara að tala fagnarerindið. And this fellow is getting more and more interested. Og þessi maður verður stöðugt meira áhugasamur. What an amazing message. En ótrúlegur boðskapur. You know, Jesus and salvation and reconciliation with God. He's just absolutely amazed about this message. Jesus, frelsið, friður við Guð, hann bara finnst það ótrúlegur boðskapur. Now, before they actually land the plane. Og áður en að flugvélin lendir. The inhabitant or that person from that nation, he turns to my friend and he says, listen, how long have you known about this? Þá snýr þessi íbúð þessa lands hér að vini mínum og spyr hann, hversu lengi hefur þú vitað þetta? I mean, this wonderful message that you're telling me about and how I can have peace with God and I can have my sins forgiven and Jesus and all this. How long have you actually known this in your nation? Að ég geti átt frið við Guð og Jesus elski mig alltaf, hversu lengi hafið þið vitað þetta í ykkar landi? And my friend says, well, for about 1,000 years. Og vinur minn svaraði, já, í svona 1000 ár. And you should have known the reaction in this person's lives. Og viðbröðin sem þessi maður for 1,000 years. Í 1000 ár. Are you serious? Ertu að grínast? Have you known about this for 1,000 years? Hafið þið vitað þetta í 1000 ár? And your nation is so close to our nation. Og þín þjóð svo nálægt okkar þjóð. It's just a small little flight away. You've known it for 1,000 years. Það bara eitt stutt flug og þið hafið vitað þetta í 1000 ár. Now, listen. People who have known things for 1,000 years. Fólk sem hefur vitað eitt og annað í 1000 ár. People who have had church for 1,000 years. Fólk sem hefur þekkt kirkju í 1000 ár. Have a very big responsibility. Ber mjög mikla ábyrgð. And many times we are proud of our history. Oft erum við stolt af sögunni. You know, 1,000 years ago. Fyrir 1000 árum. Christianity came to Iceland. Kom kristni til Íslands. And to Norway. Og til Noregs. And so forth. Well, I know the Celts was here before and all of that. But anyway, let's pretend this is the way it works. Okay, at least we've had the message for a long time. Og við höfum allan að vita þetta lengi. And yet, sometimes, it seems to me that we are so self-centered and so self-oriented when it comes to how we think church. En svo erum við oft svo sjálfhverf og sjálfmiðug í hvernig við hugsum kirkjuna. Of course not here on Iceland, but in other nations they would tend to be there. Ekki á Íslandi en sumstaðar annar staðar. If you pray for me, ef þú biður fyrir mér, then I pray for you. Þá bið ég fyrir þér. We pray for each other. Biðjum hver fyrir öðrum. 5 years later. 5 árum síðar. I need your prayer. Ég þarf á bæn þín að halda. So place your hand there. Settu höndina þarna. Thank you. Takk fyrir. And I pray for you. Nú bið ég fyrir þér. And so we go on. Og svona höldum við áfram. And we go on and we go on. Og við höldum áfram og áfram. But there's a world out there. En svo heimur There's a world out there. Það heimur úti. And sometimes I'm thinking about the disciples, you know, they're standing here, they're listening to Jesus' voice.
And how far have these people actually ever been? Og ég hugsa lærisveinar að standa að hlusta á Jesú, hversu langt hafa þeir ferðast á sínu ævi? The world had a range of about 80 kilometers or so. Þeirra heimur var kannski 80 kilometra breiður. You know, Galilee and Jerusalem and Nazareth and Bethlehem. It's a very, very small area. Frá Galileu til Jerusalem og til Nazaret, þetta mjög lítið svæði. And it's quite interesting that Jesus is actually telling them to do things that they have absolutely never ever done before. Og Jesus segir þeim að gera eitthvað sem þeir hafa aldrei nokkuð sinni gert. Now in Acts chapter 1 we have another version of the Great Commission. Í Postulasögunni fyrsta kafla önnur útgáfa af kristniboðskipuninni. You know there's a version in every gospel. Í sérhverju guðspjalli svona ein útgáfa. You know, as the Father has sent me, so send I you, John says. Jóhannes segir eins og Faðirinn sendi mig, þannig sendi ég ykkur. In Acts chapter 1 and verse 8, you know the verses. They're quite familiar, I suppose. We shall receive power when the Holy Spirit has come upon you, and you shall be witnesses to me in Jerusalem and in all Judea and Samaria and to the end of the earth. Postlasagan 1:8 En þér munu öðlast kraft heilagur andi kemur yfir yður og þér munu verða vottar mínir í Jerúsalem og allir í Júdeu, í Samaríu og allir endimarka jarðarinnar. Well, I'm just picturing the disciples standing there looking at each other. Og ég sé lærisveinar fyrir mér standa og horfa hver á annan. You shall be my witnesses in Jerusalem. Þið verðið vottar mínir í Jerúsalem. Yep. Já. In Judea. Í Júdeu. Sure. Sjálfsagt. In Samaria. Í Samaríu. Peter, did you just say Samaria? Peter sagði hann Samaria. You can't be serious. Does it mean that we're going to cross cultures and speak to those like special people with the false doctrines and the strange culture and everything? Does it mean that we're going to talk to them? Getur verið þessi alvar við að fara þvert yfir menningamörk og tala þetta skrýtna fólk með skrýtna kenningar? And to the ends of the world. Og svo segir hann til endimarka jarðarinnar. They're almost collapsing, I'm thinking. Þarna held ég þeir bara missi algjörlega áttir. Jón. That's far away. Það langt í burtu. That's very far away. Það mjög langt í burtu. To the ends of the world. Endimarka jarðarinnar. And he's telling them to totally think differently. Og hann að skora á það að hugsa algjörlega öðruvísi. And what happens next? Og hvað gerist svo næst? You know, what we could expect is actually that we found an encounter in the book of Acts. Og það sem við búumst við sjáum í Postulasögunni. Where Peter is saying. Það sem Pétur segir. Okay, now sit down, please. Núna skulum við öll fá okkur sæti. Let's have a strategic meeting for the evangelism of the world. Og nú skulum við hafa svona fund þar sem við skipuleggjum trúboð heimsins. Okay, Philip, where are you going? Filippus, hvert ferð þú? Okay, John, where are you going? Jóhannes, hvert ferð þú? James, where are you going? Jakob, hvert ferð þú? Let's make a strategy here. Og við skulum búa til svona hernaðaráætlun. Now you really never see that meeting taking place. Sá fundur átti sér aldrei stað. They enjoy the revival in Jerusalem. Þeir nutu vakningarinnar í Jerúsalem. They enjoy the revival in Jerusalem. Þeir nutu vakningarinnar í Jerúsalem. Jerusalem. No one wants to move from Jerusalem. Og enginn vildi fara frá Jerúsalem. I mean, come on. In Jerusalem, there's shadow healing. Það fólk að læknast bara út af skuggum. The Bible says that the shadow of Peter heals people. Og Biblía segir að skugginn af Pétri hafi læknað fólk. Who in his right mind wants to leave Jerusalem? Hver með réttu ráði yfirgefur Jerúsalem? I want to stay in Jerusalem. And so forth. Anyway, so then in Acts chapter 8 we see how persecution is arising towards the church. Og í Postulasögunni 8 sjáum við hvernig ofsóknir koma ekki að kirkjunni. And everyone is spread around. Og allir dreifast út allt. Except the apostles. Nema apostolarnir. So there had to be a persecution almost for the church to start to move. Þannig að það þurfti að koma til ofsókna svo kirkjan færi að hreyfa sig. Now in Matthew chapter 9 we see an explanation perhaps. Og í Mattheusar guðspjalli 9. kafla sjáum við svona And I read from verse 35. Frá versi 35. Then Jesus went about all the cities and villages, teaching in the synagogues, preaching the gospel of the kingdom, and healing every sickness and every disease among the people. Jesus fór allar borgir og þorp og kendi samkundum þeirra. Hann flutti fagnaðarerindi ríkið og læknaði hvers kyns sjúkdóm og veikindi. But when he saw the multitudes, he was moved to compassion for them because they were weary and scattered like sheep having no shepherd. En Jesus sá mannfjöldan, kendi hann í brjóstum hann því menn voru hrjáðir og umkomulausir eins og sauðir engan hirði hafa. Then he said to his disciples, the harvest truly is plentiful, but the laborers are few. Þá sagði hann við lærisveina sína, uppskeran mikil en verkamenn fáir. Therefore pray the Lord of the harvest to send out laborers into his harvest. Biðju því drottin uppskerunar að senda verkamenn til uppskeru sinnar. Now I don't know what word is used in Icelandic here for send.
Og ég veit ekki hvað orðið nota hér yfir að senda. Senda. Okay. It sounds pretty nice, doesn't it? Hljómar nokkuð vel. There's a Greek word being used for send. Og það grískt orð sem notað yfir að senda. It's the Greek word ekballo. Og það gríska orðið ekballo. And it's used also quite many other times in the Gospels. Og það notað víða í Guðspjöllunum. Actually, every time Jesus is casting out a demon. Í hvert skipti sem Jesus rekur út illan anda. Guess what word is being used? Hvaða orð haldið sé notað? Ekballo. Ekballo. Now, in the Norwegian Bible, it doesn't say send. Í norsku biblíunni stendur ekki senda. Det står drive. Það stendur reka. Drive out the workers. Reka út It's much more verkamennina. powerful. Það miklu kraftura. You know, pray the Lord of the harvest that he will drive out the workers. Biðið Herra uppskjörunar að hann reki út. And it makes sense because verkamenn Jesus sína. didn't send out the demons. Jesus sendi ekki illu andra í burtu. He was casting them out, wasn't he? Hann rak það út. And that made me think, Og það fekk mig til að hugsa. how could it be that the same word is used for the demons and the workers? Hvernig getur verið að sama orð sé notað illu andana og verkamennina? Well, they have something in common. Þeir eiga eitt sameiginlegt. None of them wants to leave. Enginn þeirra vill fara. They both want to stay. Þá báða langar til að vera. Pray to the Lord of the harvest that he might drive the workers out to his Biðið harvest. Herra uppskjörunar að hann reki verkamennina af stað. God wants a sending church. Guð vill kirkju sem sendir frá sér. This is the heart of God. Þetta hjartalag Guðs. A church that goes. Kirkja sem fer. Isn't that a beautiful word? Go. Ekki fallegt orð að fara. Go, 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 go. Fara, fara, Go, fara. go, go. Go, 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 go. Oh, yeah. Farar. Fara. 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 Fara, fara, fara. Yeah. That's what the Spirit is saying today. Það- Fara. Það segir andinn í dag. Fara. Anyway. Could that be a girl's name? Gæti það Farah? verið stelpunafn, ég held ekki. Okay, Farah. Sounds like a great name. What's your Fallegt name? nafn. Farah. Hvað heitir þú? Fara. Anyway, okay. The son of a missionary, Farah. Okay, anyway. So, but then when I talk like this, En þegar ég tala svona, what very easily happens is that we alienate ourselves from the message. það sem gerist ofta er að við útilokum okkur sjálf frá boðskapnum. And we kind of think, Jesus, here I am. Og við hugsaum, Jesús, hér er ég, Send him. send hann. This is not about me. Þetta fjallar ekki mig. It doesn't really concern me. Þetta í raun tengist mér I mean, ekkert. it's nice, this guest preacher is talking about missions and going and things like that. It's not for me. Þessi gestapredikar tala trúboð og These fara. are for special people. Þetta er bara fyrir svona eitthvað sérstakt fólk. Now, for one thing, you are either a missionary or a mission field, okay? Og starrið er þess að þú ert annarkvort trúboði eða trúboðsakur. You see, we're not just talking about something magic that happens when you cross a border. Við erum ekki að tala um einhverja töfra sem eiga sér stað þegar þú stígur yfir landamæri. We're talking about a lifestyle. Við erum að tala um lífstíl. An old missionary once said, Það var gamall kristnibóður sem sagði einu sinni, if you don't have a vision for missions, ef þú ekki hefur sýn fyrir trúboði, it is because your Christianity is not worth exporting. þá er það vegna þess að kristni þín er ekki þess verð að vera útflutningsvara. True. If there's some sense to what we're a part of, Ef það er eitthvað vit í því sem við tilheyrum, we want to export that, don't we? þá viljum við flytja það út. All right. But it's an attitude, it's a lifestyle. Let's turn to Mark chapter 1, Þetta eru and I'll viðhorf explain what I mean. og þetta er lífsmáti og við skoðum Markúsar Guðspjall fyrsta kafla og ég útskýri hvað ég á við. Now, Jesus is preaching in Galilee. Everybody loves it. Jesús er að predika í Galilei og allir mjög ánægðir. And in verse 36, Simon and those who were with him searched for Jesus. Í versi 36, þeir Símon leituðu hann uppi When they found him, they said to him, everyone is looking for you. og þegar þeir fundu hann sögðu þeir við hann, allir er að leita þér. But he said to them, let us go into the next towns, Jesús sagði við þá, við skulum fara í annað þorp, that I may preach there also. svo ég einnig geti predika þar. Because for this purpose I have come forth. Því að til þess er ég komin. Sometimes our scope of what it means to follow Jesus is very limited. Stundum höfum mjög þröng á sín á hvað það merkir að fylgja Jesú.
You know, this is also following Jesus. Þetta líka að fylgja Jesú. Living like Jesus. Að lifa eins og Jesús. The next towns. Næsta þorp. Jesus says, I want to go to the next towns. Jesús segir, ég vil fara í næsta þorp. The next towns. Næsta þorp. The next towns. Næsta þorp. We're talking about a missions church. Við erum að tala trúboðskirkju. A sending church. Kirkju sem sendir. So who would like to go to Akranes? Hver vill fara á Akranes? Akranes. Akranes. I don't want to go to Akranes. Ég vil ekki fara á Akranes. I'm here. Ég hér. I know you're here. Ég veit þú ert hér. That's why I'm speaking to you. Þess vegna ég tala við þig. Because God wants a sending church. Því Guð vill kirkju sem sendir út. Now, sometimes I wonder why we are so. How can I put this in a nice and gentle way? Ég velti fyrir mér af hverju við erum stundum svona stupid. Vitlaus. Oh Lord, what is your purpose for my life? Ó Guð, hver viljið þinn með líf mitt? I am so uncertain. Ég svo óviss. 4 years later. 4 árum síðar. Oh Lord, what do you want with my life? Drottinn, hvað viltu með líf mitt? Should I join the worship? Ætti ég að fara í lofgjörðina? 2 years later. 2 árum síðar. Or the children's ministry. Eða barnastarfið. Speak to me now. Talaðu til mér núna. I will do worship in the children's ministry. Ég mun sinna lofgjörð í barnastarfinu. Took me 5 years to find out. Og það tók mig 5 ár að komast að því. And then an hour's drive away. En klukkutíma keyrslu í burtu. These guys don't even need to think about who's going to lead the worship or do the ministry. Það fólk sem þarf ekki svona hugsa fyrir að leiða samkomuna eða lofa Guð eða sjá börnin. If you show up, you're in charge. Ef þú mætir, þá færðu bara ábyrgðina. This is the situation in many cities and towns and Þannig villages. það víða í mörgum stöðum. Oh, welcome to church today. Velkomin að samkomu í dag. And I see you've come today. Thank you. Ég sé að þú komst í dag. You actually play the piano, don't you? Well, come over here and play it. Þú spilar á píanóið það ekki. Komdu hingað. So that we can sing something here. Þá getum við sungið eitthvað. Do we know what we're talking about? Könnumst þessu svona Hey, kringumstæður? God wants a sending church. Guð vill kirkju sem He sendir wants to út. spread His blessings. Hann vill dreifa á blessuninni. And He wants normal Christians to expand the way they can think. Og hann vill að venjulegt kristið fólk útvikki sína hugsun. He doesn't only want a strong church in one place. Hann vill ekki bara sterka kirkju á einum stað. I'm sure I'm looking at 20 people who can preach somehow. Ég sé að það örugglega 20 manns hérna inni sem geta predikað á einn eða annan hátt. Well, go and preach. Farðu þá og predikaðu. You know, go to Akranes. Farðu á Akranes. For 5 years and help out. Í 5 ár og hjálpaðu til. 1 night a week. 1 kvöld í viku. And teach some young people. Og kendu ungu fólki. How to follow Jesus. Hvernig á I'm að fylgja serious. Jesú. This is what I'm talking about. Og mér alvara. This is following Jesus. Þetta að fylgja Jesú. I am too busy to do that. Ég of upptekinn fyrir það. Because I have so much going on Facebook. Það svo mikið í gangi á Facebook. I have posted a picture of myself. Ég postaði mynd af sjálfum mér. And I got 50 likes. Og ég fekk 50 like. Because I'm happy. Come on somebody. Let's get alive. Fáum okkur smá líf. I remember as a young man, I read a newspaper in Norway that was called The World of Faith. Ég man þegar ungu maður las í dagbæði Nóri sem hétt Heimur trúarinnar. The tragic thing was the paper collapsed or closed down. Anyway, Það sem sorglega var að blaða fór á hausinn. But that's not the story. I read the paper. It was a good one. Ég las þetta blað og það var gott. And I shouted and I thought, no. Og ég hrópa og hugsaði með mér, nei. I am not going to have a life where I read the world of faith. Ég ætla ekki að lifa lífið þar sem ég les bara heim trúarinnar. I want to live in the world of faith. Ég vil lifa í heimi trúarinnar. Hey man, you have a university here. Hér háskóli. We've been driving past it today. Við keyrðum fram hjá honum í dag. I love universities. Ég elska háskóla. Oh, I love them. Ég elska þá. They're fantastic. Þeir frábærir. Full of students. Fullir af nemendum. You know, a sending church. Kirkja sem sendir. You can talk about changing a mentality that makes you embrace a world that is a few kilometers away.
Við erum að tala að breyta hugarfarinu sem getum tekið utan veröld sem bara nokkra kílómetri í burtu. When I was a young guy, I started to dream about university. Þegar ég var ungur maður fór með að dreyma háskólan. I thought I was going to study and take the longest education there ever was. Ég hélt ég myndi vera nemandi og taka svona lengstu námsbraut sem var til. Because I was picturing myself in a university environment in my inner man, in my inner pictures. Þegar innra með mér þá sá ég mig alltaf í háskóla umhverfi. Things didn't turn out that way. En það varð ekki alveg þannig. I was asked to be a youth leader in a church. Ég beðið mig að vera úlingaleiðtogi í kirkju. But after a short time we started to gather the students. En eftir stutta stund þá fórum við að safna saman nemendum. University of Oslo, 40,000 students. Það eru 40,000 nemendur í háskólanum í Oslo. And I said, let's do something there. Ég sagði, gerum eitthvað þar. And for years and years and years, I would go there every week. Og í mörg ár fór ég þangað vikulega. It wasn't my environment. Þetta var ekki mitt umhverfi. I had never really been a university student. Ég hef aldrei verið háskólanemnd í rauninni. But I loved Jesus. En ég elska Jesú. And I loved people. Og ég elska fólk. That was enough. Og það var nóg. That group Þessi hópur became two groups. Varð að tveimur hópum. It was very difficult in the beginning. Og það var mjög erfitt fyrst. A lot of opposition actually. Það var mikil svona mótstaða fyrst. Then 3 groups and 5. Svo 3 hópar og 5. Then 10 and 20. Svo 10 og 20. Schools and universities. Í skólum og háskólum. And then 100. Svo eru 100. And then 200. Svo 200. 300, 500, 600, 800. 300, 500, 600. 1,000. 1000. Now I don't know. Nú veit ekki hver margir. It's in New Zealand. Þetta er á Nýja-Sjálandi. New generation is in New Zealand. Ný kynslóð er á Nýja-Sjálandi. It started with one university group at University of Oslo. Það byrjaði með einum hóp í háskólanum í Oslo. Because we started to embrace a foreign world. Og að því að við fórum að meðtaka okkur framandi heim. That I was not familiar with. Sem var mér ekki kunnugur. I had a big surprise in church 2 weeks ago. Og það var svona óvænt ánægja kirkjunni fyrir 2 vikum. There was a girl from Singapore. Það var stelpa frá Singapúr. And we started to talk after church. She was there for the first time. Við fórum að tala saman eftir kirkju, hún var þarna í fyrsta skipti. And she said, hún sagði, do you know why I'm here? Veistu af hverju ég er hér? I said, no. Ég sagði nei. Well, because I was invited by this new generation group at University of Oslo to come to your church. Af því að það var hópur, nýra kynslóðarhópur í háskólanum í Oslo sem bauð mér að koma í kirkjuna. She didn't know that I started it. Hún vissi ekki að ég hefði byrjað starfið. Ég sagði frábært. Do you know how I got saved? She said. Veistu hvernig ég frelsaðist, sagði hún. I don't know. Nei. There was a new generation group starting in my school in Singapore. Það var nýrar kynslóðarhópur sem byrjaði í skólanum mínum í Singapúr. They invited me to church in Singapore. Og þau buðu mér í kirkju í Singapúr. I gave my life to Jesus. Ég gaf Jesú líf mitt. And we had the special talk. Og við áttum When gott she samtal. understood Þegar hún fattaði that new generation that kind of got her saved, got the message to her, að nýrar kynslóðarstarfið sem hafði komið fagnaröndum til hennar was started in the university that she was now studying 20 years later. hafði byrjað í háskólanum þar sem hún var að læra 20 árum seinna. Go! Farðu! Go! Farið út! Go into every nation. Farið út til allra Go þjóða. into new worlds. Farið inn í nýja heima. Go into new arenas. Inn á ný svæði. Amen. Do they have kebab in Iceland? Eru kebabstaðir á Íslandi? You know that they have guys having those kebab shops here in Iceland? Eru menn sem reka kebabstað á Íslandi? You don't have kebab? Jú. 2. Já, Okay, það eru only tveir. 2. Bara 2. Okay. Do you have restaurants that makes funny food? Eru einhverju veitingastæðir sem að búa til skrítin mat? Spicy and hot and strange and things like that. Mjög kryddaðan og You svona know, sérstakann og Vindaloo. Vindaloo. Fire comes out of you. Ekki verið eldur út munnin. You ever go to those restaurants? Farið eitt á það veitingastæði? Yes. No, yes, no, yes. Já og nei, já og nei. The ladies say no, the guy says yes. Konundar segja nei, strákarnir segja já. Many times we meet people, encounter people. Oft hittum við fólk og mætum því. From the nations of the world. Frá þjóðum heimsins. That for some reason have come to our nations. Sem einhverju hluta vegna hafa komið til okkar landa. Where the wind is blowing. Þar sem vindurinn blæs. And the rain is pouring down. Og regnið hellist af himnum. And they come from wherever. Og þeir koma hvaðan það var. And they speak Icelandic or Norwegian. Og þau tala íslensku eða norsku. Like in my nation, I'm thinking, okay, God. Og
Og heima hjá mér hugsaði mér, You Guð, said go into all the world. We didn't do that. þú sagði fara út allan heim og það gerðu við ekki. So you sent the whole world to us. Svo þú sendir heiminn bara til okkar. And you had them learn a language being spoken by 0.06% of the world's population. Og þú lést þú læra tungumál sem 0,06% heimsins tala. And they stand beside me at the bus stop. Og þau standa við hliðina mér út á strætóstöð. And they come from the remotest areas in the world. Og þau koma frá fjarlægustu hornum heimsins. And I stand there as a Nordic person. Og það stend ég sem norrænn maður. What must these people think? Hvað ætli þau hugsi? You can stand on the bus stop beside the same people every morning. Og þú stendur kannski við hliðina á sama fólkinu einhverjum einasta degi. And if the bus is 2 hours late, Og ef strætóð 2 tímum of seinn, after 2 years, it's a breakthrough, a conversation. Eftir 2 ára kemur svona gegnumbrot, samtal. It's late today. Hann seinn í dag. Yes. Já. It's late. Hann seinn. Yes. Já. You know, I'm sorry for having to say this, but we are in the Nordic nations now. Mér þykir leitt að þurfa að segja þetta, en við erum í norrænu landi. You know, in other nations people talk. Í öðrum löndum þá talar fólk saman. They talk to each other. Það talar hvert við annað. It's getting harder and harder these days to do things like that. Það verða erfiðara og erfiðara í dag að gera svoleiðis. Because everyone has got white plugs in their ears. Það allir eitthvað svona hvítt dót hérna í eyrunum. You know, actually the mobile devices have saved the Nordic people. Og hérna allir þessir handhaldni, þessi búnir sem við erum með höndum, now það we have bjargað an okkur. excuse, we don't have to look at people anymore. Því nú höfum við afsökum, við þurfum ekki að horfa á fólk. We can just look down. Við horfum bara niður. Talk to people. Talið við fólk. Talk to people. Talið við fólk. Amen. Amen. I love the city of Oslo because it's so international. Ég elska Oslo því hún svo alþjóðleg. People coming from all across the world. Fólk kemur hvaðan af að úr heiminum. Because they're going to receive the gospel of Jesus Christ. Og svo fara þau að taka við fagnarindunum Jesú Krist. What I'm talking about now is not just happening when we put ourselves on an airplane going to another nation. Það sem ég að tala ekki bara það sem gerist þegar við förum í flugvél og til annars lands. The next town. Næsti bær. The next school. Næsti skóli. University campus. Næsti háskóla útibú. Immigrants. Innflytjendur. And to the nations of the world. Og til þjóða heimsins. Amen. Hallelujah. Amen. Yet, we should not forget En við skulum ekki gleyma that we do have a responsibility as well. Við berum líka ábyrgð. To send workers far away. Að senda verkamenn langar leiðir. How did this church start here? Hvernig var þessi kirkja til? How did the Pentecostal movement on Iceland start? Hvernig hófst hvítasunnuhreyfingin á Íslandi? Missionaries coming. Hingað komu trúboðar. From Norway and Sweden. Frá Noregi og Svíþjóð. We're still blessed by that, aren't we? Og við njótum ennþá blessunar af því, að það ekki? Thanks for coming. Takk fyrir komuna. Thank you. Takk fyrir. What if they had been sitting over in Oslo or in Gothenburg or somewhere? Hvað þau setið bara í Oslo eða Gautaborg eða hvar sem það var? Well, we have Iceland coming up. Jæja, þarna Ísland. We should go there. Þangað ættum við nú að fara. But of course the piano is really old and rotten. En píanóið er orðið svolítið gamalt. It sounds terrible. Hljómar illa. We need a new one. Við þurfum nýtt píanó. It's very expensive. Það mjög dýrt. So of course, you know, Iceland, it's far away. Ísland, það langt í burtu. And our greatest givers would really, they need a new piano. Og þeir sem eru mest að gefa, þeir þurfa að sjá nýtt píanó koma It's hérna very inn. important for us with the music and the quality in the house of God. Það mikilvægt að tónlistir í Guðs húsi hafi mikil So let's gæði. have a vote here now. Who is for Iceland and who is for a new piano? En nú skulum við kjósa. Hverjir vilja Ísland og hverjir vilja nýtt píanó? 6 for Iceland. 6 kjósa með Íslandi. 5 for a new piano. 5 kjósa með nýju píanói. All right. Allt í lagi. Iceland, here we go.
Ísland, hér komum við. Now, this is not based on a true story, okay? Þetta ekki byggt á sannri sögu. But it might be based on the true story in our churches today. En þetta gæti verið sönn saga í kirkjum okkar í dag. Because we can think about all the things we need and we always need new things. Við getum hugsað allt það sem við þurfum á að halda og við þurfum alltaf á einhverju nýju að halda. But thank you missionaries that you came. En takk trúboðar að þið komuð. Or let's take this version, the Celts. Og skulum taka svo keltana. The Irish people. Írska fólkið. They were more radical. Þau voru róttæk. They placed themselves in boats. Þau fóru borð í báta. In the 6th century. Á 7. öld. And said, Spirit of the living God. Og sögðu andi lifanda Guðs. Blow us all now where you want us. Feyktu okkur þangað sem við vilt að við förum. It's true. Og það bara satt. And where the boat ended. Og þar sem bátinn bara landi. Thank you Lord for sending us here. Takk drottin og sendur okkur hingað. And some of them ended up on the other side of the bay here, right? Og sumir komu hérna hinum yfir flóan. Hey, come on somebody. You know what? The most stupid thing I can think of. Það heimskulegasta sem ég get hugsað mér. Is young people. Ungt fólk. And old people too. Og stundum gamalt fólk. I'm so bored. Mér leiðist svo. I think I will watch an action movie. Ég held ég horfi á spennumynd. Wow. Very dramatic. Þetta var rosalegt. Next week, what you did this week is not so interesting anymore. Það sem við gerði þessu ekki alveg nógu spennandi. I need something, more action. Ég þarf eitthvað aðeins meira aksjón. Because life is so boring. Lífið svo leiðilegt. You know, it's work and down and down, work and down and down. So I need a more action movie. Þetta bara að vinna á einhver rútína, ég þarf aðra svona spennumynd. Wow, that was great. Þetta var frábært. Next week. Næstu viku. Boring. Leiðilegt. I need something more dramatic. Það eitthvað ennþá rosalegra. Come on! Get alive, somebody! Fáðu ykkur smá líf. Move your butt, somebody! Hreyfið ykkur af stað. You know, amen, go somewhere! Farið einhvert. Hallelujah! You know, when Arild Edvardsson was around, he asked me to join him. Þegar Arild Edvardsson var á lífi þá bað mig að starfa með sér. On some of his trips, and the first time we were going to the Islamic Republic of Pakistan. Og sumir ferðarinn þegar vorum fyrst að fara til Pakistan. He said to my wife on the airport. Það sagði við konuna mín á flugvellinum. Are you sure you want to send him? Ertu viss að vilja senda hann? I mean, he's still pretty young. Hann ennþá svolítið ungur. I mean, I'm an old preacher now, so if I go to heaven, I'm ready. Ég gamall predikar. Ef ég felli himna þá ég til. He's still got many years. Are you sure you want to send him? Hann ennþá ár framöndan. Viltu örugglega senda hann? And Anna thought, what kind of request is that? Og Anna hugsaði með sér, hvers konar spurning þetta? Yes. Já. And so we went to the Islamic Republic. Þannig við fórum til Íslamska ríkisins. I'm telling you, action movie, that's nothing. Spennumyndir, það ekki neitt. You know, there's police ahead of us, blue lights and Lögreglan keyrir á undan okkur með blikkandi ljós. Behind the pulpit. Fyrir aftan púltið. 12 guys with machine guns. 12 gaurar með vélbyssur. Everyone who's going to go into the meeting needs to go through metal detectors. Allir sem ætla að koma á samkomuna þurfa að fara í vopnaleit. Just to make sure the suicide bombers are not there tonight. Bara til að vera vissir að sjálfsvígssprengjumennir kom ekki í kvöld. You feel alive. Þér finnst þú vera svolítið lifandi. And there's tens of thousands of Muslims. Svo 10.000 múslima. And Arild is preaching about the one way to God, Jesus Christ. Og Arild predikar einu leiðina til Guðs Jesú Krist. And suddenly somebody shouts over there. Svo hrópar einhver út í sal. You know, they had brought a little baby, a dead baby to the stadium. Nú komið lítið barn sem var dáið. He was dead. Dáið. And now it lives. Og nú lifið það. It has started to scream. Og það fór að garga. And they come up to the platform and they testify to tens of thousands of Muslims. Þau komu og vitnu upp á sviði til 20.000 múslima. This baby was dead. Þetta barn var dáið. He's now alive. En það lifir núna. I'm telling you, the place was electric. Þetta var rafmagnað andrúmsloft. And you're kind of thinking, action movie, go home. Og hugsa bara spennumynd I want a real life. Ég vil alvöru líf. I want a real action. Ég vil alvöru spennu. The life that Jesus has called us to live. Það lífið sem Jesus hefur kallað okkur til. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. I'm almost getting excited here. Ég alltaf að verða svolítið spenntur hérna. Hey, eternity might be different. Eilíðin kannski öðruvísi.
because you went somewhere. verður kannski öðruvísi af því að þú fórst hvert. Amen. If Jesus said go, Ef Jesús sagði farið, maybe we need a stronger calling to stay. þá þurfum við kannski að hafa sterkari köllun til að réttlæta að vera kyrr. The heartbeat of God Hjartasláttur Guðs is always geared towards new people, snýst alltaf að því að ná til nýrra, new people, nýtt fólk, new places, nýr staðir, new towns, nýr bæir, new people groups, nýr þjóðfélagshópar, new areas. ný svæði. Amen. Maybe God is calling you Kannski er Guð að kalla þig to go into new territory. til að fara inn á ný landsvæði, Gather business women að ná konur í sem eru í viðskiptum for Bible study. og bjóðum upp á biblíulestra. Business women. Viðskipta konur. I know so much about business. Ég veit svona mikið viðskipti. I feel totally unfamiliar with that. Mér finnst ég vera algjörlega ókunnugur þessu. God doesn't mind. Guð er alveg sama. God can give you an idea. Guð getur gefið þér hugmynd. I think God is speaking to somewhere here. Ég held að Guð sé að tala til einhverja hér í kvöld. He's been putting these images into your life. Hann hefur verið að gefa þér hugmyndir. And it doesn't make sense at all. Og þetta gengur enga veginn upp. Business women? Viðskiptakonur. Can I reach business women? Get ég náttúrulega kvenna í viðskiptalífinu? Of course you can. Auðvitað. God will give you ideas. Guð mun gefa þér hugmyndir. God will open doors. Guð mun opna dyr. Suddenly you find yourself Og allt í hennu sérðu bara sitting in a table, a round table with women. að þú ert við borð það sem eru konur allt í kring. With open Bibles and you have to pinch your arm thinking, am I doing this? Með opnar biblíur og þú ert eiginlega að klípa þig. Er ég alveg að gera þetta? Er þetta í raun að gerast? And you might not even call it Bible study for a deeper understanding of the end times. Og þú kallar þetta kannski ekki biblíulestur til að skilja betur endatímana. Maybe God gives you a total different idea. Kannski gefur Guð þér einhverja allt aðra hugmynd. The rediscovery of the origins of Icelandic culture. Endur uppgötun uppruna íslenskrar menningar. It's the Bible basically. Anyway. Svo eru grunninn bara biblían. A lifestyle of missions. Þetta trúboðs lífstíll. Finally, Matthew 24. Og að lokum, Matteusar Guðspjall, 24. kafli. This gospel of the kingdom will be preached in all the world, verse 14, as a witness to all the nations, and then the end will come. Fagnaðarerindið ríkið verður predikað alla heimsbyggðina til þess að allar þjóðir fá að heyra það og þá mun endurinn koma. I've got 3 wedding rings. Ég með 3 giftingarringi. Which is great because there's space to write more. Sem frábært því það meira pláss til að skrifa eitthvað á þá. And one of them says, og einu þeirra stendur, Matthew 24:14. Matteus 24:14. The gospel of the kingdom shall be preached as a testimony to all nations. Fagnaðarerindið ríkið verður predikað alla heimsbyggðina til vitnisburðar. And then the end will come. Og þá mun endurinn koma. I believe this is a word for all of us. Ég trúi þetta sé orð til okkar allra. And sometimes we can think, og stundum þá hugsum við, and I can have the musicians joining me here now. Ég vil biðja tónlistarfólki að koma aftur upp. This message doesn't fit right now. Þessi boðskapur á ekki við akkurat núna. Don't you know what times there are? Veit ekki á hvað tímum við lifum? Financial crisis and efnahagskrísa, recession, kreppa, demanding times. Þetta svona illir tímar. It doesn't make sense with a message like that in times like this. Svona boðskapur á einfaldlega bara ekki við á þannig tímum. I know. Ég veit. Many things Margt in the kingdom of God does not make sense. Í Guðsríkinu gengur ekki upp. Do you know where we saw the missions explosion in Norway? Vitið hvar við sáum trúboðs svona sprenginguna í stað í Noregi? The missionaries went over here and everywhere. Þegar trúboðar komu meðal annars hingað og út allt. The 20s and 30s. Á 3. og 4. áratugnum. Bad times. Erfiðum tímum. Depression years. Það voru kreppu ár. The years between the 2 world wars were not easy wars, easy years. Árin milli heimsstyrjaldanna voru ekki auðveld ár. Still there was an urgency. En það var samt svo mikil neyð.
The gospel must be preached Það verður að boða Guðs ríkið in all the nations. út allan heim And then the end will come. og þá mun endurinn koma. It's more about hearts Þetta snýst meira hjörtun and minds and thoughts. og huga okkar. Amen? Amen. Let's stand up and pray. Skulum standa og biðja saman. Father God, I just pray that somehow you will take these words Faðir, ég bið þess að þú takir þessi orð and make it come alive in us. og þú látu þau lifna við innra með okkur. We want to be willing to go where you send us. Við viljum vera fús að fara þangað sem þú sendir okkur. And we really do believe that you are sending us. Og við trúum því að þú sért að senda okkur. We can be a sending church. Þannig að við getum verið kirkja sem sendir frá okkur. I believe that you're speaking to someone right now about children. Við trúum þess að tala til einhvers núna börn. You know a church somewhere. Þú veist kirkju eitthvað staðar. Some drive some kilometers away. Sem einhvern spöl í burtu. And you know you can help. Og þú veist að þú getur hjálpa til. You can make a big difference in those children's lives. Og þú getur skipt sköpum í lífum þessara barna. Coming, serving, helping. Með því að koma og þjóna og hjálpa til. Living for a higher purpose. Og lifa fyrir aðri tilgang. Lord, whether it's a village some hours away. Og Drottinn, hvort sem þetta bær sem einhverja klukkutími í burtu. Or whether it's a total different group of people living just close to us. Eða bara annar hópur fólk sem býr nálægt okkur. Or whether it's going to the ends of the world. Eða hvort þetta að fara til endimarka heimsins. We say, here we are, O Lord. Það segjum við, hér erum við Drottinn. Use us for your glory. Notað okkur þér til dýrðar. Time is running so fast. Tíminn hleypur frá okkur. The years are running so quickly. Árin renni burtu. And when we look back at our lives, og þegar við horfum tilbaka við líf okkar, we pray, O God, þá biðjum við Drottinn, that we might have been a people að við sjáum að við höfum verið fólk that used the opportunities that you gave us, sem notaði tækifærin sem þú gafst, that will hear you say, og við mættum heyra þig segja, well done, vel gert, you good and faithful servant. Góði og trúi þjónn. You took what you had, þú notaðir það sem þú hafðir, and you used it to the uttermost. og þú notaðir það til hins mesta. I pray, Father God, that you will renew a vision for missions. Og ég biði Drottinn að þú endurnýir sýn okkar fyrir kristniboði. In our city, in our towns. Trúboði í borgin okkar og bæjunum okkar. And in the nations of the world. Og meðal þjóða heimsins. We will go where you want us to go, Lord. We will go. Oh, we will be your hands and feet. We will be your voice to those who have not heard. To the ends of the earth, to our neighborhood, Lord. Oh, Jesus. To the ends of the earth, to our neighborhood, God. You're sending us new vision for children. Can you interpret in between? Is that okay? A new vision for children. Nýja sýn fyrir börnin. A new vision for Sunday schools. Nýja sýn fyrir sunnudagaskóla. That the children who grows up að börnin sem vaks úr grasi may hear the word of God. Máttu heyra Guðs orð. In the villages around, in the towns and the cities. Í þorpunum kringum þessa borg. New vision for young people. Nýja sýn fyrir ungt fólk. The gospel in the schools. Fagnaðarendi í skólana. And in the university. Og í háskólana. Oh Lord, we pray. Drottinn, við biðjum. Expand our hearts, expand our minds. Vikkaðu hug okkar og hjörtu. Okay, let's take a new song. We will go where you tell us to go.
tell us to do. Let's sing that together. We will go where you tell us to go. We will go where you tell us to go. We will do what you tell us to do. Okay, why don't we just bow our heads, everybody? Skulum lúta höfði. And I just want to ask a simple question here. Og ég vil spyrja einfaldra spurningar. You might be here, you've heard us talk about the church, might heard about us talking about missions and going. Þú ert hér og þú heyrir okkur tala kirkjuna og trúboð og að fara. But your situation is that you don't even know if you have peace with God in your heart. En þínar kringumstæður þær að þú veist ekki hvort þú átt frið við Guð. You're not sure if you're on your way to heaven. Þú veist ekki hvort að þú stefnir til himins. And that you have received the forgiveness of sins. Og þú hefur meðtekið fyrirgefningu synda. Then God is searching you tonight. Þá Guð að leita þér í kvöld. And he's saying, be reconciled. Og hann segir, gerðu frið. With your creator. Við skapara þinn. Turn to me. Snúðu þér til mín. Turn your heart to your God. Snúðu hjörtum ykkar til Be Guðs ykkar. reconciled with your maker. Gjörið frið við skapara ykkar. Jesus is calling on you right now. Jesus kallar á þig. Whoever calls upon the name of the Lord Hver sem ákallar nafn Drottins shall be saved. Verður hólpinn. So while we just have our heads bowed, Þannig að meðan við lútum öll höfði, let me ask this question. If you could raise your hand. Þá vil ég spyrja spurningar og að þú gæti rétt upp hönd. If you say, pray with me. Ef þú segir, viltu biðja með mér? I need peace with God tonight. Ég vil eiga frið við Guð. I need to receive Him as my Lord and my Savior. Ég þarf að taka við Jesú Kristi sem drottni og frelsara. Whether you come back to Him or whether you come to Him for the first time. Hvort þú ert að koma til hans aftur eða koma í fyrsta skipti til hans. If that's you, I ask you to raise your hand right now. Ef þetta á við þig, vil ég biðja rétt upp hönd. And God bless you, and God bless you, and God bless you, and God bless you. Guð blessi God þig. bless you. Guð blessi þig. God bless you in the back there. Og Guð blessi þig aftast. Anyone else? Eru fleiri? Then raise your hand, we'll pray together. Ef þið réttu upp hönd og þá biðjum við saman. Ég sé hönd þína. That's fine, you might take your hands down. Þið megið láta hendurnar síga. Why don't we just pray a prayer together? Við skulum bara öll biðja bænar saman. When we call upon the name of the Lord Jesus. Og við áköllum nafn Drottin Jesú. Drottin, við komum til þín í kvöld og við opnum hjört okkar og við segjum, Drottin, viltu koma inn í líf okkar? Við játum það, Jesús, að við þurfum á þér að halda. Ég játa það, Jesús, að ég þarf á friði þínum að halda. Og ég meðtek í trú, Jesús, að þú einn getur gefið mér frið. Ég meðtek að í trú, Jesús, að þú getur fyrirgefið mér allar syndi mínar. Og ég meðtek þín heilaga anda sem gjöf, að þú innsiglir mig með nærveru Guðs. Og ég býð þig velkominn heilagur andi. Komdu og fylltu mig. Komdu heilagur andi og gefðu mér frið Guðs. Komdu og hrektu frá mér allt sem ekki á að vera þar. Leystu mig frá öllu sem vill binda mig. Leystu mig frá öllu sem vill fjötra mig. Ég þakka þér fyrir að í Jesú nafni er ég ný sköpun. Þakka þér fyrir að ég er þitt barn. Og þakka þér fyrir að þú ert minn frelsari. Í Jesú nafni. Amen. Hérna í kvöld og þú vilt fá fyrirbæn, það verður fyrirbændur hérna inn í hliðarsalnum. Við ætlum að taka smá stund áfram í bara nærveru Guðs. Ef að þú ert hér í kvöld og þú þarft að fara, þá allt í lagi, þá máttu fara. Annars er samvera hérna niðri eftir samkomuna. En þið sem viljið fyrirbæn endilega komin í hliðarsal, þið sem viljið bara njóta nærveru Guðs, verið algjörlega frjáls í því.
samkomunar frá Fíladelfíu í kvöld. Nú veit ég ekki hvaða hugsanir hafa farið í gegnum huga þinn þegar þú hlustaðir á ræðuna, en spurningin sem ég hef til þín hversu langt síðan að þú spurðir Guð að því, hvað vilt þú að ég geri fyrir þig? Kannski hefur aldrei spurt að þessu. Kannski eru bænirnar okkar svo oft þannig að við erum að biðja Guð að fylla okkar eigin þarfir í staðinn fyrir að við leggjum okkar á mörkum til þess að aðrir fái sínum þörfum mætt. Þannig virkar kirkjan, að við hjálpum stað. Við kvörtum stundum undan því að það sé svo mikið ranglæti í heiminum og við spyrjum af hverju gerir Guð ekki neitt. Guð hefur gert eitthvað. Guð sendi þig í heiminn, Guð sendi mig í heiminn og það okkar ábyrgð að hjálpa þeim sem í kringum okkur eru og það okkar ábyrgð að segja öðrum frá Jesú vegna þess að hann jú frelsarinn og það fyrir hans dómstól sem við öll eftir að koma. Og mér langar til þess að ljúka samkomin í kvöld á því að biðja fyrir þér, hvort sem þú ert að hlusta á lindina eða horfa á okkur í gegnum netið. Guð nær til þín, hann elskar þig og hann hefur áætlun með líf þitt. Við skulum biðja saman. Drottinn, ég þakka þér fyrir að þú ert með okkur. Ég þakka þér fyrir allar velgjörðir þínar við okkur og þakka þér fyrir að við getum komið til þín hvenær sem og hvar sem og með hvað sem okkur liggur á hjarta. En í kvöld, Drottinn, þá vil ég sérstaklega biðja þig að tala til okkar, hjálpað okkur að finna þá áætlun sem þú hefur með líf okkar. Vilt þú senda okkur af stað til þess að sinna þeim verkefnum sem þú kallað okkur til að sinna. Hjálpaðu okkur, Drottinn, til þess að fara af stað. Hjálpaðu okkur til að tala við þá sem á vegi okkar verða og segja þeim frá þér. Ég bið, Drottinn, fyrir þeim sem eru að horfa eða hlusta. Hjálpaðu þeim að finna þá áætlun sem þú hefur með líf þeirra. Og ég legg okkur öll í þínar hendur, í Jesú nafni. Amen. Það verður samkoma í fyrramálið frá Fíladelfíu klukkan 11. Hún verður send út á lindinni og það líka hægt að horfa á hana á filadelfia.is. Hvar sem þú ert í heiminum, vertu velkomin að fylgjast með okkur, en ef þú ert á Stór-Reykjavíkursvæðinu, þá hvet ég þig til þess að koma í kirkjuna, því að kirkjan jú fólk, kirkjan samfélag og Fíladelfía mjög góður og skemmtilegur staður til þess að koma á. Ef þú aldrei komið í þessa kirkju, kíktu í heimsókn, Hátún 2, rétt fyrir ofan Hlemm. Þú ert ævinlega velkomin. Samkomur alla sunnudaga klukkan 11, en við þökkum fyrir að þessu sinni og við kveðjum frá Fíladelfíu. Guð blessi þig.